dóttir mín. Hún veikist af einkirningssótt. Hún har verið veik, mjög veik í 1 mánuð. Svo eins og hún sé að fara hjarna við, en þá bara nokkrum klukkutímum þá snýst sem sagt allt við og hún veikist mjög illa. Ég var búin að vera að fá lækna heim og ég var búin að fara með hann til lækna. Og það var bara sagt alltaf að þetta væri einkirningssóttin og hún væri bara að fá hana svona illa. Og ég fer með hana aftur og hún skoðuð og það sagt að bara að sama sagan og ég segi og hún segir bara já þú verður bara að fara með hana heim og hún verður bara að halda áfram að liggja og ég með hana sem sagt 1 sólarhring viðbót heima. Þá komið svo mikið graftarlykt inn í herbergið og hún orðin bara grá og hálfgræn í framan. Og ég hringi bara í 112 og ég segi bara barnið mitt að deyja, þið til í að koma og fara með hana niður á spítala. Og þegar við komum niður eftir að þá náttúrulega sjá þeir að það eitthvað mikið að og hún sett í myndatöku og þá kemur í ljós að brjóstholið fullt. Síðan sem sagt kvöldið, nóttina, þá hún erfið með andardrátt og hún mjög kvalin og ég kalla á lækni inn og ég vil fá nýja myndatöku. Það tekin ákvörðun það að láta þetta eftir mér og þá kemur í ljós að það komið svona mikið inn í lungun og það bara farið með hana beint inn á skurðstofu og sett sem sagt dren og það kemur lítið gröftri út á fyrstu 20 mínútum. Og síðan sem sagt eftir þetta þá fer henni bara hraka og henni hrakar þannig að á aðfangadagsnótt þá koma þeir til mín og segja að lungun sé að hætta að starfa og það verða að svæfa hann og setja hann í öndunarvél. Ég náttúrulega bara kalla út, bara bæna hér, bara á kirkjuna og það bara allir sem biðja. Ég held að væri að missa hana og ég var þannig, ég gat ekki beðið sjálf. Svo koma þeir til mín eftir 10 daga og þeir segja að það engin bati og henni hrakar. Þannig að það sem verður að gera og við ætlum að fá hjartaskurðlækni til að opna hana og við vitum ekki hverja líkurnar eru af því hún svo veik. Hún skorin og hún lifir þetta af fyrir Guðs hjálp. Af því að Guð hafði og hefur stóra áætlun með hana sem ég alveg sannfærð um. Nema það svo fara þær að vekja hana og hún alveg lömuð. Svo fer hún að geta aðeins svona talað, aðeins byrja að tjá sig daginn eftir. Og þeir segja við mig að þetta muni taka viku 10 daga bara komin á fætur, bara til að fá hann til að geta farið að komast á klósett og slíkt. Og þarna kvöldið að þá sefur hún bara og hún svaf út í eitt. Þá leggst ég, sem sagt, ég breiði út hendurnar og svona og leggst yfir hana og ég hrópa. Og ég hrópa Guð og ég bið hann bara að reisa hana við og bara gera kraftaverk á henni. Nema það hún sefur alla nóttina og alveg til bara 9 eða 10 morguninn þá bara rís hún upp og segir mamma ég ógeðslega svöng. Þá bara hún talaði og hún fór á klósett, það þurfti að styðja hana reyndar, en hún labbaði á klósett og hún fór í göngugrind og gekk allan ganginn þennan dag. Og það komu allir inn til að horfa á og sjá hvað hefði gerst. Þetta, þú veist, það skildi þetta enginn. Þetta í raun og veru átti ekki að geta gerst að hún fengi svona svakalega mikinn bata og mikinn styrk á bara hálfum sólarhring. En ég segi bara pröfiði, gefiði Jesú séns í ykkar lífi. Komiði til hans bara í einlægni, það eina sem þið þurfið að gera.
Þannig að ég segi, þú hefur enga að tapa, þú hefur allt að vinna.